Góðan daginn, ágætu vinir, og velkomin inn í þetta hús, Guðshúsið okkar. Og þar ætlum við að heyra fallegan boðskap Drottinn. Allt í tómu veisinni á mér í dag. Allt í lagi, við erum ekki óvanir því. En Guðsorðið er ekkert veisin. Og við ætlum að halda okkur við það í næstu mínúturnar og leyfa Drottni að tala það sem hann vil tala til okkar af sínum meði. Og það hefur við reynt, bæði hér og annars staðar, þar sem Guðsorðið er kennt, að það mun gera okkur gott. Það er hollt og það er næringaríkt fyrir anda, sál og líkama og heldur okkur á veginu sem við erum kölluð til að fara og vera á. Og við erum á veginum, já, að því að Drottinn sett okkur á veginn. Fyrir frelsun og fyrir trú þá þekktum við ekkert þennan veg, höfðum heilt hann og höfðum engar skoðanir á honum, enda gátum við ekki haft neina skoðanir því við vissum ekkert hvað þetta var. En svo kom þekkingin og svo byrjaði gangan og þó fórum við að vita betur hvað þetta ágæta mál snýst. Það snýst vilja Guðs, gera vilja Guðs, þekkja vilja Guðs og undir öðrum kringumstæðum vilja vera þar sjálfur. Og þú sér það fljótt að þetta er besti vegurinn sem þú hefur hingað til farið og þú sér það fljótt og spyrði fljótt og hvert ætti ég að fara. Ég fundi það besta og eitthvað annað er þá bara eitthvað næst besta. Þannig að við erum komin með rétt allt saman sem þarf til þess að halda áfram. Og svo kemur það bara í ljós hvaða verkefni Drottinn vill að við vinnum og sinnum og gerum. Í mínu tilviki var það kannski komið nú svolítið óvart, ég veit ekkert það því ég vissi ekkert í hvað átti ég var að fara, nema að Drottinn leiddi. Það var að tala orð Guðs og já, kenna orð Guðs, skrifa mikið orð Guðs og svo framvegis og framvegis. Þetta setur mig á þann stað að Biblían varð opin fyrir mér og ég vann mikla vinnu í því að lesa hana og gera enn reyndar vegna þess að þú ætlar að vera þarna, að þú ert ekkert að fara neitt. Drottinn bara setur þig í þetta. Og þegar hann er búinn að setja þig í þetta, þá sér hann líka til þess að þú nemir þau fræði sem að þér er ætlað að nema og þú ætlar að vinna með, bara köllunnar þinnar vegna. Þannig að þetta er allt saman á hreinu hjá Guði. Við höfum ekkert endilega neina ofur trú á sömu fólki og þannig er það ekki. Ég er ekki að segja það að það hefur verið þannig í mínu tilviki. En við vitum að við höfum ekkert alltaf neina ofurtrú á sömu fólki. En því er til að svara að Drottinn er með alltaf aðra skoðun á fólki. Hann skapaði mann, hann skapaði konu og hann veit alveg nákvæmlega hvað einstaklingurinn getur gert fyrir sig þegar hann er búinn að taka hann í sína þjónustu. Og það er ákveðið ferli. Þú kemur ekkert beint að götunu í þjónustu til Drottins. Nei, þú ferð fyrst í gegnum frelsisverkið og þú áttar þig á því að það er til Guð, það er nú fyrsta svarið sem við fáum kannski. Og allt er orðið nýtt í raun og veru það sem áður var og sem bara strax horfið sem var og var kannski að heilla þig upp úr skóm og buxum áður. Það er hverfur og þú fer strax að líta á það sem mátti svo sem fara, þú fyrir væri, segir þú núna, þú getur sagt það núna eftir að þetta nýja er komið inn. Áður hafður engin efni til að segja eitt eða neitt svona, því að þetta var bara það sem þú þekktir, sem þú gerðir, sem þú stundaðir, já og svo framvegis.
Þannig að þú áttir ekkert annað von á neinu öðru en að þannig yrðurðu bara daga þína alla. En Drottinn var með annar plan og þú komst að raun það að það til Guð, það til raunverulegur Guð og þú veist núna og eftir að þetta gerðist að Guð ekki eitthvað bara hugtak, einhver kenning. Nei, hann jafn raunverulegur og manneskjan sem þú mættir segjum rétt í þessu. En hann hins vegar ósýnilegur, þú sérð hann ekki berum augum, en þú skynjar hann fyrir mátt heilags anda í þér. Þannig að tengingin að þessu leyti 100% örugg. Og þú sérð Drottinn í gegnum andaðinn, fyrir heilagan anda, og þitt talist við jafnvel. Hann talar oft til þín, alls konar. Hann hressir þig við með alls konar hætti. Ef Drottinn hressir mannin ekki við að þá nú líklega það enginn sem gerir það. En Drottinn hressir sitt fólk við að því að vill að sitt fólk sé glatt fólk. Ekkert endilega til að sýna út á við, allir svo glaðir mér, segir Drottinn, segjum það. Nei, hann vil bara að þú sért glöð manneskja sem einstaklingur. Og að því að þú ert glöð manneskja, þá allar líkur til þess að þessi gleði þín skíni af þér það sem þú ert. Það þannig? Já, mín reynsla af trúðu fólki já, þannig það oft. Þetta kristna og geta fólk sem maður þekki, það í raun og veru svona ef maður á að vera sanngjarn. Þetta nú glaðasta fólkið sem í kringum hann. En það náttúrulega jafn misjafnt eins og það margt, en það samt, það besta sem maður hefur kynnst, það þetta fólk sem til að mynda starfar í kirkjunu og í kirkjunu og í kringum kirkjuna. En þekkið af þessu fólki fullkomið og það auðvitað að berja sína baráttu til að mynda trúarinn góðu baráttu, því að það komið á þennan veg og það keppir eftir því að standa sig. Standa sig fyrir hverju? Fyrir hvern? Jesú. Hann allt í einu orðinn allt í öllu hjá okkur. Og þess vegna gefur hann okkur það sem þarf. Já, hann gefur okkur það sem þarf. Og við köllum eftir gleðinni sem bæði kemur og fer, við vitum allt það. Og alls konar getur sest í okkur og á okkur sem þreytir okkur og mæðir okkur. En trúin, hún kastar þessu öllu af sér. Því hún sterkar öllu öðru. Og maðurinn kemst aftur til sjálfsíns, hafi verið eitthvað að bögga hann, það alltaf eitthvað sem að bögga hann að vefið. Því að Jesús, þú nærði alltaf að horfa til hans. Hann þér allt í öllu. Hann talar til þig. Eins og við vorum að tala þá hressir hann þig við. Það ekki rétt hjá mér? Hver hressir mann við ef Drottinn gerir það ekki? Það engin hressing nema því hann kom að. Hann góður, hann getur allt og meira, hann elskar einstaklingin, ekki bara endrum og sinnum. Og þegar hann í stöði sjálfur, hann bara elskar einstaklingin og tekur hann að sér eins og hann í því ásigkomulagi sem hann og sé það ekki gott ásigkomulag, þá breytir hann þig yfir í gott. Þetta það sem maður hefur lært og veit að tilheyrir Kristi. Þannig að það þarf ekki að vera neitt undrandi á því að þessi maður sé ofta að tala Krist og boða Krist öðru fólki. Já, fólk þarf að frelsast. Alveg eins og ég fékk að frelsast, þá þurfa aðrir að fá líka þennan sama möguleika og Drottinn sér það að þessi möguleiki til staðar vegna þess að hann stöðugt með boðunum í gangi. Þannig að þú getur ekki sagt það, hent upp á hann, að hann á ekki staðið sér þarna þegar þú á ekki hert lengi í honum. Þannig það ekki og þú veist, já ég veit ekki hvað þú veist, en þannig það ekki. Og því hann allt út allt. Það sem fólk það Kristur líka.
Hann er í öllum hverfum. Sum hverfi, kannski ekki á Íslandi en víða erlendis, koma menn ekki inn og lögreglan bara hikar við að fara inn. En hann er þar. Hann er að sækja menn og konur þaðan og draga það út í lífið. Og sumt af þessu fólki hefur gefið þér vitnisburð hvernig þetta var áður og hvað er núna. Það kom úr þessu hverfi, það kom úr það inn í hverfinu sem engin herlugur maður kom inn í og allar síns lögreglan. Hún forðaðist þessi hverfi. En einn og einn fór að tínast þaðan út, frelsuð manneskja og tala Jesú í ljóma sínum. Þetta er Jesús. Hann er það sem fólk er. Hvernig sem ástandið er, hvernig sem hverfið er, þá er Kristur þar. Af einni ástæðu, það er fólk. Hann horfir nú svona á málið. Þetta er gegnumgangandi elska sem að orðið segir hann hafa og þetta er bara birtingamynd þessara elsku, þessara endalausu elsku. Af hverju? Maður er sköpun föðurins. Og Kristur elskar faðirinn mest allra. Og það sem hann skapar, elskar hann líka. Maður er svona, maður lifir í synd, maður er undir afli Satans, þangað til Kristur kemur og rífur hann undan þessu teppi, daunilla teppi. Og gefur honum nýja sýn, aðra sýn, fallegri mynd af öllu og einhverjum kannski sjálfum sér. Það er ekki allir sem hafa neitt rosa trú á sjálfum sér. Summi finnst þeir bara ósköp ómerkilegi pappírar. Þetta er afstaða manns. Hvað segir Drottinn? Frábær gæi eða kona, segir hann. Og með þess að svo frábær að núna ætla ég að gefa þér heilagan anda. Svona vinnur Drottinn. Hver sem þú ert, hvað sem þú hefur gert, þá hefur þetta tækifæri svo lengi sem þú lifir. Þess vegna er boðinin alveg stöðugt í gangi. Þess vegna eru menn og konur að vinna þessi verk vegna þess að það er eitthvað í hjartanu þeirra sem segir þeim að þeir eigi að verði að gera þetta. Trúin er afl í manninum sem gerir það að verkum að vilji Guðs næst alltaf fram. Þó maður nenni því enga veginn og er kannski letihaugur upp fyrir eyru, þá kemur nú að því að letihaugurinn honum er ýtt niður og upp sprettur trúaði maðurinn sem ólmur vill fara að gera eitthvað. Þetta er allt verk Guðs. Letin er hins vegar verkið mitt og letin kemur að því ég datt inn í holdið mitt. Og það nennir ekkert að gera neitt. Ég má bara horfa á matinn og éta matinn, fitna og vera feitur og fallegur. Guð, svo sem hefur ekkert þetta að segja, held ég sé nú ekkert svo mikið að pæli því. En þegar að þú ert komin til Jesú og ert orðið svona þjónn sem einlægur þjónnar, þá ferðu svona að gæta hófs í sumu. Ekki svo að skilja að aukakílóin sé ekki allt og mörg, en kannski ekki til beinna vansa eða vandræða. Þannig að Drottinn veit alveg hvað hann á að gera, hvernig hann á að gera þetta og það er það sem við kennum og segjum og tölum, það er bara að gera það sem Drottinn er að bjóða. Og hvað er hann að bjóða þér? Hvað er hann að bjóða mér? Hann er að bjóða mér að gera þennan þátt. Koma mér á staðinn þess að ég gera þennan þátt. Og hef gert þennan þátt svona 99% leyti. Og þetta ger ég. Og ég eyði tíma þeim sem þarf í þetta, klára verkið, geng frá verkinu og birti það þar sem það á að birtast á netinu. Þar hefur þetta alltaf birst. Vegna þess að það er minn vettvangur að töluvert miklu leyti hvað Guðs orð varðar. En þetta dregur mig ekkert út úr samfélaginu.
Man alltaf eftir því og hef oft vitnað um það. Ég man eftir því á einu stað að vera áratugum, maður búinn að vera svo lengi í þessu. Ég sagði sjálf að mig, þú verður að vera í einhverju kirkju. Já, ég þurfti að vera í einhverju kirkju. Ég þurfti að helst að ég skráði mig í kirkju, mér fannst það betra. Ég veit ekki með þig. Þegar þú skráir þig inn í kirkju, að þá fyrst verður það þitt andlega heimili. Þú ert búin að staðfesta það sjálfur á blaði að þetta sé þitt heimili og það líka einfaldar fyrir þér hlutina. Þú ert ekki að velta því fyrir þér að fara neitt annað. Ekki svo að skilja að þú getur ekki heimsóttaður á söfniði. Þú mátt það eins oft og þú vilt. En hjá mér hefur það verið mjög lítið síðustu árin. Mjög lítið. Og það er eiginlega orðið bara langt síðan en ég fór inn í söfnuð síðast. Og ég sakna þess ekki neitt. Því sjálfur sér nægir mér alveg einn söfnuður. Hann gefur mér allt það sem ég þarf. Það er allt, þar þekkir maður allt og veit alveg hvað þetta snýst þar. Og svo ef maður vill þá þetta getur maður farið á samkomur annar staðar, en það er ekki lengur svona mín hugsun. Og það má alveg vera þannig líka. Því að samfélagið sem er virkt, og þessi samfélög þau eru virk, þau eru leið með allt sem þú þarft til þess að fá fyllingu í hjarta þitt af því sem að Guð er með þar. Þannig við þurfum ekkert að fara neitt annað. Við hins vegar förum ýmislegt annað og afsökunin núna er að það er nú að heimsækja systkini sín. Ég held að þetta sé nú miklu meira eirðarleysi heldur en nokkuð tíma það, sem er annað mál. En allavega ég var þarna. Svo svona réttlaðist það af mér. Núna er ég bara á einum stað og bara unni mér bara fínt þar. Og er ekkert að fara neitt að breyta einu þar. Ég held að, þó ég veit reyndar ekkert það, þá held ég að Drottinn sé ekkert að fara að hreyfa mig neitt til. Held ég örugglega ekki. En ef hann vill það, þá bara gera það. Þannig hefur þetta alltaf verið hjá mér. Ég hef alltaf sagt þetta, ef að Drottinn vill það, þá líka geri ég það. Hvað sem er. Þannig hugsun skaltu líka eiga. Þetta snýst ekkert um þetta og snýst ekkert um hitt. Það snýst um það eins og alltaf gerðu vilja Guðs. En ég veit að Guð er ekkert að hringla með okkur. Hann unni sér alveg ágætlega bara með því að hafa þig þar sem þú ert. En ef að rót er, þá er það rót í þínu eigin hjarta. Og það getur til þess að stöðva þetta rót og við erum alla að vaxa, þá getur alveg þurft að færa þig til. Enginn er að biðja um það, nema þú sjálfur og sjálf. En þú ert að vaxa. Og svo allt í einu, þá hætta allar þessar hugsanir. Og þú ferð bara að vera þar sem þú ert. Er það þó besti staðurinn í öllum heiminu? Þetta snýst ekkert um það. Þetta snýst um eirðarleysi eða ekki eirðarleysi. Líka hjá kristnum manni. Það er þetta eirðarleysi sem heimurinn á ekki, á til í ríkum mæli fyrirgefið, í ríkum mæli. Og hann er alltaf á flökti. Þess að fugl sem flýgur milli trjágreina. Alltaf að fara eitthvað. Alltaf að gera eitthvað. Alltaf að skipa vinnu. Alltaf þetta og alltaf hitt. Hvað er ekki stopp? Hvað er friðurinn? Við sjáum að hann er ekki til staðar. Og segir ekki orðið að heimurinn er friðlaus. Og hvað segir ekki orðið líka? Minn frið gef ég yður. Ég gef yður ekki eins og heimurinn gefur. Heimurinn er allslaus. Honum er stjórnað ófriðar höfðingjanum sjálfu, Satani.
og í honum býr engin friður. Það var allt saman rifið á honum. Og hann er fordæmd sál og það sem hann hefur núna, það verður ekkert frá honum tekið. Og Guð segir að honum verður kastað í eldsdýkið. Hann veit af því. Þess vegna fer hann mikið. Hann veit að hann á enga von. En illskan magnast upp í honum, hún verður ekki meiri en hún er, og það er allt þar fullt í topp. Og þetta er hugsunin. Ég ætla að gera eins mikil skemmdarverk og ég get. Hann veit alveg hvert hann er að fara. En hann veit líka að manneskja, ég og þú, eigum von svo lengi sem við lifum. Og þess vegna fyllir hann okkur á alls konar. Hann er klókur sjálfur. Og helst nógu miklu af þessu hinnu til að við leiðum ekkert hugan að þessu ljósi sem er Jesús. Þetta er nú verkið hans. Af hverju? Af því hann er illur. Hann á ekki til snefil af kærleika. Öndverti Krist sem er fullur af kærleika, birtu og ljósi. Við sjáum ef við horfum á þessa tvo einstaklinga, Krist og Satan, að þær eru algjörar andstæður. Algjörar. Og þetta er heimurinn. En meðfram og inn í þessum heimi er birta Krist. Fólk, menn og konur, ég og þú, sem erum að boða Guð, Drottinn Jesú Krist, eins og orðið kennir okkur, erum þetta ljós. Við erum ljósgjafarnir. Þess vegna störfum við. Þess vegna gerum við. Þess vegna erum við það sem Kristur segir okkur vera. Hann er allt í öllu, já í okkur, sem eigum þetta ljós. Alveg eins og Satan er allt í öllu í fólkinu sem hann er búinn að draga myrkrið yfir. Það sér ekkert ljós. Það fyrsta sem kemur upp í huga þessara mann og kvenna er hefnd, sé eitthvað gert á hlut þeirra. Og meira, það er framgengi í þessari hefnd. Heimurinn kann ekkert annað en að hefna sig. Menn ljóssins kunna svo sem að hefna sig. Og sumir því miður kannski gera það, ég veit það ekki. En að þegar birtan og orð Guðs er orðið svo ríkt í því, við þurfum að vaxa í því, að það nær þetta engri fótfestu og hvort viltu. Ég held ég þurfi ekkert að spyrja þau um það. Þú veit alveg hvað þú vilt. En ég veit líka að þú ert oft í mesta basli við það, alveg svo ég og allir hinir. En með árunum og áratugunum, maður er farin að tala um allt þetta í áratugum því að maður eldist, þá er þetta svona sjaldnar sem eitthvað er að togast á í manni sem maður veit að er ekki Guðs vilji. Og það er góð staða fyrir alla að vera í. Og hver komið þangað, ef þú veist það ekki, þá er hann sem komið þangað, nafnið honum er Jesús. Og ég nefnilega trúi á hann. Vissirðu það? Já, ég held þú hafi vitað það. Sérðu það? Alveg pottþétt ekki. Því að ég veit ekki hvað þú ert að horfa á. En ég aftur á móti hvað sem þú sérð, þá er ég nú samt þessi trúaði maður sem að hér situr og talar Guðs orð. Það getur verið svo erfitt að átta sig á því hvað aðrir sjá. Og þú náttúrulega, þótt þú sé trúið manneskja, þá heldur þú áfram að vera þú sjálfur. Og þú jánkar ekkert öllu sem aðrir er að segja. Og þú veist nú alveg hvernig það er, ef menn jánki ekki því sem aðrir segja, einhver segir þá fer hann í fílu og talar ekki kannski meira við þig. Þetta er heimurinn.
Þetta fallinn heimurinn minn kæri. En við eftir á móti þessir trúuðu menn, við getum þetta farið í fílu og orðið alveg svakalega spældir og fúlir yfir að einhver samþykki ekki eitthvað sem við hérna sögðum. Við erum svo klárir. Bæði trúaður og vantrúaður, ofboðslega klárir. En eftir á móti trúaði maðurinn sem að aðrir taki ekki undir hjá, hann jafnan sem hefur verið mjög fljótt á því. Akkurri, hann á til kærleika Krist í sér og sem segir við að verður nú ekki að hanga í þessum hégóma. Hann á nefnilega þessum heimurinn og ekki. Heimurinn hins vegar hangir í þessum hégóma. Árum seinna hann enn á sama stað, huga að hefnd. Ég spyr, hvaða líf það? Ég segi, það ekkert líf. Þannig að við sem eigum Krist, ekkert meiri menn, það ekkert verið að tala neitt það. Við höfum alltaf leiðirnar frá þessu. Þetta boðskapur sem þarf að heyrast til vantrúarinnar sem að glíma alla þessa glímu. Alltaf jafnvel vondur út í einhver. Alltaf með horn í síðu einhvers. Og svo framvegis. Já, ég nú ekki með neitt horn í neitri síðu. Gott hjá þér. En hvað er langt síðan þú losaðir þig við síðasta hornið? Og ég segi við þig að það kemur aftur. Því aðstæður og kringumstæður fyrir vantrúna að vantrúin ræður ekkert við þetta. Öndvertið kristmanninn, hvort sem það ég eða þú, við höfum leiðina. Við hrópum til drottins. Og ef einhver rangar okkur og við sjáum og finnum að við erum ekki alveg á þeim stað sem við vildum vera, þá höfum við þetta kall, drottinn hjálpaði mér. Og hann gerir það. Vantrúin hefur enga svona hjálp. Og hringir í vin og vinurinn ætlar að fara að ráðleggja eitthvað, svo endar það allt í tómur yfirildi, það getur gerst. Svo lausnin ekki þar. Það bara alltaf að rífast. Þannig að það ekki leiðin. En það er mjög góð leið að þú þarft ekki að hringja hann. Krist, veistu hvað hann er? Hann er í hjartanu þínu. Og þú veist líklega hvað hjartað þetta er. Þú sér það stutt að fara. Það bara ein hugsun, Jesús, málið dautt. Þetta nú svona einfalt, svona minn? Þetta nefnilega svona einfalt. Það ég Kristi. Og þess vegna eru við, veitukallarnir í Hafnarfirði, hvert voru leiður á þessu orði kannski líka. Ok, ég sagði það nú, ég ætla ekki að biðjast afsökunar á því. En við veitukallarnir í Hafnarfirði vitum þetta. Og lifum þetta. Og meira, við erum þar sem þetta boðað. Við erum í kirkjunni. Hjálp aldrei eftir að fara þangað þeim. Það býttu við. Eitt daginn ferðu þangað. Alveg svo ég. Ég man nú ekki eftir því reyndar ég hef sagt að ég á nú aldrei eftir að fara þangað þeim. Og mér leittist hvergi eins mikið eins og í kirkjunni þó sjaldan maður fór þangað. Og þá var maður að skoða klukkunni. Þetta líður ekki neitt, þetta ekki að vera búið. En ég nú hér, lifði þetta allt saman af. Og núna elska ég að vera í kirkjunni. Þetta umsnúningurinn. Og ég elska að læra það sem drottinn að segja mér. Og tala það sem drottinn hefur kennt mér. Því að það gagnlegasta kennslan fyrir alla menn og allar konur. Það var gagnlegasta kennslan fyrir mig. Ég tala því sem maður.
sem aðrir menn og konur geta heyrt og líka haft gagn af. Og ef þú þekki Krist, þá tekur undir hvert orð. En ef ekki, þá ertu sennilega búin að hrista svo mikið í höfuðið að hárkollan er farin. Datt og kólfið. Það er þó ekki allt þetta hárkollur, þú veist það. Ævinir, það má slá að létta strengi líka. En það er orð Guðs. Orð Guðs vaknar á trúnni. Hún er alltaf fyrst. Man alltaf, eins og ég var að segja á það, það var eftir trú sem ég sagði og meinti, ég verði að eiga Biblíu. Þá átti ég enga Biblíu. Fyrstu vikurnar eða mánuðina, það var nú reyndar ekki nema nokkri mánuðir, ef það var svo mikið, þá eignaðist ég Biblíu. Vinur minn rétti mér hana þegar ég var að ganga út frá honum. Með orðanum, þú ert líklega ekki maðurinn sem gerir hlutina. Hérna þú mátt eiga þetta. Ég var alltaf að segja þeim að já, ég er að fá með Biblíu. Og þú ert líklega maður sem gerir ekki hlutina. Og þetta var svo hárrétt hjá honum. Þegar ég á þessum tíma, ég átti aldrei neitt pening maður. Ég var svo oft atvinnulaus. Og þá líka, það snerist allt við. Þá líka fór maður að stunda vinnu og tolla í vinnu. Ég oft vitnaði það að ég flutti til Neskaupstaðar og ég var í síldavinnslunni í nokkur ár, var í beit. Svo var ég í netagerðinni þar líka í nokkur ár og svo kom ég til Hafnarfjarðar. Fór að vinna í fiskskip og Holti, það búið lokað ég held ég, man ekki hvað það heitir, ágætis vinnustöðar. Og 1999, maður er alltaf að rokka með þetta, ég er svo gleymin, maður er alltaf að rokka með þessi ártöl, ég var í 80 eitthvað síðast, því ég sagði þetta, það var 99. Þá gekk ég inn í kirkjuna, hurð lokast að baki mér, og þar er ég enn. Sko ég gekk inn í kirkjuna þá. Þú mátt alveg hafa hvaða skoðun á þessu sem þú vilt. Og Drottinn sýndi mér þetta að þarna gekkstu inn í kirkjuna. Þetta var kirkja Guðs sem ég steig inn í. Kannski voru ekki allir sammála því að það var rétt kennsla. En Drottinn sagði við mig, þarna steigstu inn í kirkjuna. Ég tek undir það. Að svona var þetta. Og það er ennþá 26 og það er komið júní, það er svona að vera að líða að seinni hluta júní og hér er ég enn. Nú með hvað þessi þáttur er, svona frá því að ég byrjaði, veit ég ekki. En þeir eru sjálfsagt, maður getur sjálfsagt fara að telja þá í hundruðum. Kannski þúsundum, ég veit það bara ekki. Ég hef ekki tekið þetta neitt saman og ég á ekki alla þess að þetta. En ég sýni þá alltaf, ég held ég að alltaf sýnt á netinu. Minnir það að alveg frá upphafi, þá gerði ég þetta svona, notaði netið. Ég stofnaði heimasíðu, ég er búinn að eiga heimasíðu síðan þá. Hér fyrsta heimasíða mín hét Friðarboðin. Svo hét, skipti ég nafn á nokkrum árum seinna og þá hét það Spor í sandi og það var nokkuð lengi. Nei, fyrirgefiði, það heitir ekki í dag Spor í sandi. Hvaða nafn var aftur á milli þarna? Þú manst það, ég man það ekki. En það er semst búin að vera 3 ár. Þetta er allt sama síðan. Hef með sitt hvoru nafninu. Og það er líka allt í lagi, það er allt í lagi að nafnabreyta. Og nafnabreytingin, ef þú vilt kannski eitthvað aðeins hressana við, gera hann aðeins öðruvísi, þá er það alveg
mögulegt með nafnabreytum. Mér minnir það nú að það nú alltaf voru einhverja smávegis breytingar á síðunni með hverri nafnabreytingu. En ég held reyndar að það sé ekki nema 3 ár. En auðvitað er þetta stöðuð þróun og þú getur gert allt sem þú vilt innan ramma lagana, ef svo má segja. Bara ef drottinn gefur þér eitthvað inn í það, þá bara gerir þú það. Þetta er nú ekki flóknara en það. Er hann ekki herran? Við segjum það. Og hann er herran. Hann er sá sem maður þjónar. Hann er sá sem maður elskar. Hann er sá sem maður virðir mest. Ekki svo skilja að ég virði ekki þig mikið, en ég virð Guð mest. Og það átt þú líka að gera. Ég get brugðist og hef svo margótt brugðist. En Jesú, sem ég treysti, hefur aldrei brugðist. Hann hefur alltaf verið þessi blíða, þægilega rödd úr hjarta mínu, til mín. Þetta er ekki frábært? Kristur er raunveruleiki, hann lifir. Hann er risinn upp, hann dó, en reis svo upp. Og birtist lærisveinum sínum, já. Margoft var hann ekki eitthvað á 5. viku á vappi með þeim. Hann alltaf kom og fór, hann var ekki alltaf sýnilega að koma og fór og þeir voru þarna í hópmaður og hann skítaröttir maður og allt í Jesú kominn. Hvernig komst hann inn? Kom hann í gegnum vegginn? Þetta ekki. Kannski var hann alltaf á milli, já, hann líklega bara verið alltaf á milli þeirra, en þeir sá hann ekki. Hann var ósýnilegur. Það sem þú það er Kristur. En þú sérð hann ekki. Kannski í hjartanu þínu, en þú sérð hann ekki með augunum þínu. En hann er þarna. Af hverju? Af því þú ert þarna. Þannig að hann bjó í hjartum þessara stráka. Hann getur gert allt og svo birtist það þeim. Hey, hann er Jesú maður, vá. Hann er bara upprisinn. Af hverju? Af því þeir urðu að sjá hann til að trúa og þeir skrifuðu þetta líka í orðið Guðs og við erum að lesa þetta og við trúum. Þeir sá hann upprisinn. Þeir sá hann sem anda líka í hjarta sínu og þú ert að gefa það saman. Þannig það er allt klárt til þess að ég og þú og við höldum göngunni okkar áfram. Allt klárt, allt tilbúið, allt til staðar til að ég og þú höldum göngunum í Kristi áfram. Engin bilbugur. En mitt að velja á hverjum degi að gera þetta og þannig er það. Það er ekki strátt. Það þurfa alltaf að vera að velja á hverjum degi. Ég veit það ekki. En þetta velum að samt á hverjum degi. Það hefur gert í öll þessi ár. Í öll mín, já, bráðu 40 ár hef ég gert þetta. Af hverju? Fyrst og fremst þá tekur Kristur engan nauðvörn. Þú gengur með Kristi af eigin vild og vilja. Þú gerir verk í Jesú nafni af eigin vild og vilja. Þú getur neitað þessu öllu. Og það veit Kristur. Og hann er þig að býta bara í það súra epli ef þú neitar. Og kannski hefur þú neitað einhverju og kannski hef ég neitað einhverju, þó ég muni það nú kannski ekki svipið. En það er eitt líka gott ráð sem við getum kennt. Það er að hætta að vera að neita Kristi það sem hann vill að við gerum. Ef við gerum það, þá getum við hætt því. Alveg sem við byrjum á því að neita því. Myndu það, við byrjum á því einhvers stað. Úr því að við byrjum á því, þá getum við líka hætt því. Það er að hætta öllum ósið. Og þetta er ekkert annað en ósiður að neita Kristi það sem hann er að gera í því ljósi og við vitum og segjum. Hann segir bara það sem er satt og rétt. Þannig að við förum fús og glöð af stað í verki. Það er okkar styrkur í Jesú nafni. En það er komin tími og Konráð kveður og heldur þess góða verki Drottins áfram og ég sé það á þér og þú ætlar að biðja
hressilega fyrir þessu, ekki veitir af.